Komið þið sæl. Þá ætlum við aðeins að rifja upp nokkrar reglur í tengslu við líkindareikning og byrjum á að skoða hvernig við reiknum líkur á að eitthvað gerist. Og það með þessar aðferð hér. Ef það spurt hverjar eru líkurnar á að þetta eða hitt gerist, þá er þetta að deila því sem spurt með allum mögulegum útkomum. Kannski best að útskýra þetta með dæmi. Hér verið að spyrja hverjar eru líkur á að píla lendi á gráum reit ef að lukkuhjóli snúið. Þetta semst lukkuhjóli hér og ef við snúum því svona eins og gert í tífóli, þá stoppast það á einhverjum tímapunkti og örin hérna á að vísa á ákveðin reit. Hverjar eru líkurnar á að lendi á gráum reit? Þá byrjum við að telja fjölda gráu reitana því við erum að spyrja þá og þeir eru 3. 1, 2, 3. Og deilum með fjölda möguleika allt í allt, sem eru semst allir reitirnir sem þetta getur lent á. Og þeir eru þá 8 alls. Þannig að líkurnar á að lenda á gráum reit eru þá 3 deilt með 8. Og ef við erum að svara einhverju líkindadæmi, þá megið það hafa svarið í almennu broti eins og hér. Eða þau megið breyta því yfir í tugabrot, semst 0,375, eða svara í prósentum. Og sjálfum finnst mér eðlilegast að ég nota oftast prósentur, þannig að ef það er ekki tekið fram í dæminu hvernig svarið á að vera, þá megið þið velja á milli þessara 3 leiða. Prósentur segja manni ansi margt og sérstaklega ef maður er að bera saman hvort eitthvað er líklegt eða ólíklegt, þá verða líkurnar alltaf að vera á bilinu 0 til 100%. Og 0 þýðir þá að eitthvað er mjög ólíklegt. Ef að líkurnar eru nálægt 0, 0 þýðir náttúrulega að það er algjörlega ólíklegt. Og ef eitthvað er líklegt að það gerist, þá eru líkurnar orðnar nær 100%. Síðan er gott að hafa í huga að allar mögulega líkur, ef við leggjum saman fyrir einhvern atburð, þá eiga allir möguleikendur að vera samtals 100%. Eins og til dæmis ef að það er sagt að það séu 30% líkur á að rigni á mánudegi, þó að það myndi ekki standa, þá ættum við að geta sagt okkur að það er þá 70% líkur á að rigni ekki. Af því að þessar 2 líkur, það er annaðhvort rignir eða rignir ekki, það samtals er þá 100%. Og í þessu einfalda dæmi þá að taka út snjókomu og slitt og eitthvað slíks. Við tölum bara ekki ofankomu og ofankomu. Rétt í lokin á þessu myndbandi ætla ég að tala hvað hægt er að gera ef að verið er að spyrja líkur á að þetta gerist eða eitthvað annað. Og þá er einfaldlega lagðar saman allar líkur á því sem verið er að spyrja Hérna stendur í kassanum passið samt að atburðir skarist ekki og við komum inn á það í næsta myndbandi, þannig að við þurfum ekki að hugsa það í tengslu við þennan fyrsta tíma. En tökum eitt dæmi. Hér er spurt hverjar eru líkur á að pílan lendi á gráum eða svörtum reit ef við snúum svona lukkuhjóli. Með því að nota regluna sem er hérna efst, sem er sett fram svona með einföldum hætti að eða þýðir plús. Þá reynum við að orða spurninguna ef hún er ekki þannig að standi eða í henni. Þá reynum við að orða spurninguna ef hægt er, þannig að það sé eða. Og þá einfaldlega leggjum við saman. Hér er spurt líkurnar á að fá gráan reit eða svartan reit. Og við reiknum bara eins og á fyrstu klærinni. Hverjar eru líkurnar á að fá gráan reit? Teljum hvað eru margir gráa reitir á myndinni. Og síðan beitum við þessari reglu að í staðinn fyrir eða þá kemur plús hérna á milli. Og síðan teljum við hvað eru margir svartir reitir, þeir eru hér, og þetta tvennt er lagt saman. Líkurnar eru þá 3/8 fyrir gráu plús 1/8 fyrir svarta reitin. Og þetta má vera í tugabroti eða almennu broti þegar við leggjum saman. Í báðum tilvikum fáum við sama svar. Hálfur eða 50%. Eða 0,5. Þetta er allt sem ég ætlaði að segja ykkur í tengslu við fyrsta tíman sem við reiknum núna í kaflanum og segi bara takk fyrir mig.